Rjúpan. Einu sinni boðaði María mey alla fuglana á fund sinn. Þegar þeir komu þangað skipaði hún þeim að vaða bál. Fuglarnir vissu að hún var himnadrottning og mikils meigandi. Þeir þorðu því ekki annað en að hlýða boði hennar og banni og stukku þegar allir út í eldin og í gegnum hann nema rjúpan. En þeir komu í gegnum eldin voru allir fæturnir á þeim fiðurlausir og sviðnir inn að skinni og svo hafa þeir verið síðan allt til þessa dags og hlutu þeir það að því að vaða bálið fyrir Maríu. En ekki fór betur fyrir rjúpunni sem var svo eina fuglategund sem þrjóskaðist við að vaða eldin því María reiddist henni og lagði það á hana að hún skyldi verða allra fugla meinlausust og varnarlausust. En undir eins svo ofsótt að hún ætti sér ávallt óttavonir nema á hvítasunnu og skyldi fálkinn sem fyrir öndverðu átti að hafa verið bróðir hennar ævinlega ofsækja hana og drepa og lifa af holdi hennar. En þó lagði María mey rjúpunni þá líkn að hún skyldi mega skipta litum eftir árstímum og verða alhvít á vetrum en mógrá á sumrum. Svo fálkinn gæti því síður deilt hana frá snjónum á veturna og frá lyngmóunum á sumrum. Það hefur ekki úr skorðum skeikað, né heldur hitt að fálkinn ofsæki hana drepi og éti og kennir hann þess ekki fyrr en hann kemur að hjartanu í rjúpunni að hún systir hans, enda setur þá að honum svo mikla sorg í hvert sinn hann hefur drepið rjúpu og éti hann til hjartans að hann vælir ámátlega lengi eftir.